5. myndin okkar, Milli fjalls og fjöru. Þetta svona típist sveitadrama með vott af rómantík auðvitað og fjallar Ingvar sem er sveitapiltur. Hann og fjölskylda hans skulda sýslumanni mikla peninga og hann reynir að borga upp skuldirnar en hann alltaf gengur illa. Sýslumaðurinn er mjög harður við þau og gengur svo langt að ásaka Ingvar sauðaþjófnað. Þessi mynd eiginlega alveg ótrúlegt afrek og undan henni höfðu bara verið gerðar svarthvítar stuttmyndir á Íslandi eða þá að erlendir aðilar komu til Íslands til að gera bíómyndir. En þessi fyrsta mynd okkar í fullri lengd nær alveg 80 mínútum sem þykir nú nokkuð gott. Kannski voru þeir myndir og eftir henni voru kannski 60-70 mínútur. Og þetta fyrsta myndin sem verið í lit, hinar stuttmyndirnar höfðu bara verið svarthvítar og stuttmyndirnar voru líka hljóðlausar en þessi með hljóði. Loftur Guðmundsson kvikmyndaði hana og byrjar myndina á því að afsaka hvað hljóðið lélegt. En náttúrulega voru Íslendingar vanir Hollywood gæðunum en ég held nú að þeir hafi alveg fyrirgefið þetta því að bara fyrir það eitt að heyra sitt eigið tungumál og jafnvel að sjá leikara sem þeir þekktu persónulega. Sagan ágætt, hún ávist að vera byggð á sönnum atburðum en ég veit svo sem ekki alveg hvað verið að vísa til þar, ég hef ekki komist að því. Gunnar Eyjólfsson leikur aðhlutverkið en hann átti auðvitað eftir að setja mikinn svip á íslenskar kvikmyndir í framtíðinni. Hansen líka eftirminnilegur karakter, leikinn af Alfred Andresinni. Hann svona danskur kaupmaður og vægast sagt mjög ofleikinn en á mjög skemmtilegan hátt. Það grunur sem á mér liggur fyrir þjófnað og vanhald á sauðfé hans. Vanhald, já, ég hef heyrt þessi svættinga þú og pappa sín skal vera sauðaþjófar. Ni veit hvað? Sá skrökkur sýslumann hann skal sko fá morgun. Já. Gvendur líka hálfgerður svona skrípakall, leikinn af Lárusi Ingólfssyni. Hann aðstoðarmaður sýslumanns og ansi eftirminnilegur. En ég með annað. Þetta var Ingvar að pukka við heima hjá sér. Ég náði í hausinn án þess að Ingvar eða nokkur á heimilinu var við það. Já, greinilega mitt mark. Þannig að rauninni má skipta leikurunum upp í 2 flokka. Annars vegar þeir sem kom með svona mjög skemmtilegan ofleik og lífga upp á svolítið myndina og hins vegar þeir sem meira með svona raunveruleika stíl og þar má setja til dæmis Gunnar og aðra aðleikara. Suma uppáhaldsatriðunum mínum koma alveg upp úr þurru, til dæmis þegar að kona kemur inn í búð Hansen og reynir að selja honum úldin egg. Býðið er bara við Hansen. Já, ég býða skal við að kaupa úldin egg. Vil ég gera svo vil og vaska gólf upp hjá. Þegar að Helga og Ingvar rífast við fangelsið og fleiri mjög skemmtileg atriði. Ég ætlaði að hjálpa þér til að sleppa út. Og þó þú sért kallaði kvennagull hér í sveitinni þá þarf ég meira til. Þetta var svona mikið afrek eins og ég segi að ná þessari kvikmynd og gaman af þessari fyrstu íslensku kvikmynd. Ef þú fílar gamlar íslenskari myndir þá áttu eftir að fíla þessa. En næsta mynd heitir Síðasti bærinn í dalnum. Skulum skellir inn í tækið.